kominn, föstudagur, 2 harðir mættir í stúdíóið og það veisla að hefjast. Beint á móti með sittur einn harður, Egill Einarsson. Já, sæflöttu, hvernig ertu? Það gæti ekki verið betri en sjálfur. Aldrei verið betri. Aldrei verið betri, það það sem ég vil heyra. Og já, það dagur íslenskra tungu. Við erum búin að fá áskorun frá Heiðar Austmann sem að, sko, hann sett inn á andlits fésbókina sína að Lítur að kalla þetta Facebook, þetta heitir það. Já, fjandinn. Og hann, sko, það var 200 manns búin að líka við þetta. Þannig að það það komið risa áskorun á 2 harða að tala bara íslensku í dag. Já, og ekki eitt orð í ensku. Nei, við megum ekkert sletta, sem að gæti orðið svolítið erfitt, því að ég held að eini maður sem sletti meira á Íslandi heldur en þú sé Haffi Haff. Þið talið svolítið svipað. Það annarkvært orðið enskt og... Ég elska ensku. Já. Ef ég fikk ykkur ráðið, þá myndu tala ensku inn í þættinum, sko. Já, ekki að deyja íslenska tungu, það má ekki. Já, ég veit það, en ég veit ekki hvernig maður leysa þetta. Hvað, ég þurfa bara að passa með alltaf hvað ég segi? Já, reyna það. Viltu hafa einhverja refsingu eða eitthvað svona rugl eða? Já, þegar þú segir eitthvað enskt orð, þá refsingu þig. Já, og líka á þig. Við getum haft þetta þannig, skilur, í hvert sem þú segir eitthvað orð á ensku, þá þurft að fara úr einni flík. Dreftu mig. Það er flík og 2 naktir í 29.7. fyrstu, frábært. Þú myndir enda nakin. Ég var hérna vel klæddur. Já, ég var næstu búin að skýta á þig þarna. Ég veit að þetta verður erfiðar en ég held. Já, svona við sjáum bara, við allan að hugsa þetta. Já, hugsa þetta. Allan að eitthvað smá refsing, allan að 500 kall eða eitthvað. Já, 500 kall skipti, þannig að ég geti milli fara á mig 100 kall eftir það. 500 kall gott málefni, það var enda sterkt. Hvað veislur við félagarnir að fara í dag? Já, gaman að skilti spyrja Egill, við erum með veislu. Hann á leiðinni til okkar, hann Sverrir Bergmann og hann verður með föstudagslægið á sínum stað. Svo erum við með, sturlaðar staðreyndir. Stuna dagsins rosaleg. Já. Ég sjaldan hlakkaði mikið til að fara í stunu dagsins. Þið heyri hér á eftir afkörju. Hún stórkostleg. Og hérna, hún verður stórkostleg og byrjum við. Ég sé eitt sem ég langar að koma, maður skjóta inn á Blöndal. Skjóttu. Sko, ég með frábæran dagskrálið sem fólk talar alla vikuna við mig, þangað til að ég detti inn á föstuðum. Stuðla Gils. Já. Það talar enginn það. Það allir tala það, saman hvert ég fer. Ég fór að vesla daginn. Já, bara hópaðist fólk aðeins í búðinni, bara herðu, æðisleysi stuðla. Já, bara það var eina sem fólk talaði með búðinni, þannig að stuðla liðunina sem við hérna á föstuðum, hann alveg frábært. En mér finnst þetta nætti að vera fyrr. Fólk að segja það mjög, fólk komið heim 5:06, já, hann á að vera fyrr. Akkur heldur í spili til lók þáttar. Já, og herru, þú bara leikar af því að tefja dagskáliðin og þú svona, ef þú hefur ekkert til þess að tala hann í restina, ég hendum þessu stuðlagi í gang. Ég vil núna, við promótum stuðlagið. 500 kall. Fuck. Já, 1000 kall. Skoðum að. Ok. Skulda 1000 kall í góðgerðar mál, en já. Svo vilt að við. Já, ég vil sem sagt að við. Ég vil hérna fá stöðuhækkun, þessi dagskáliður. Já. Við erum að fara að henda honum fyrr í þáttinn. Nei, hvenær þá? Gefa honum meira vægi. Egill, ok, verð alveg hreinskilinn. Það hefur enginn komið aður í búðinu og sagt að hann elski Stuðla Gils. Það er þannig? Nei. Hvað ætti ég að vera að ljúga það? Og Twitter hjá mér logar alltaf eftir Stuðlagið. Bara DJ Alligator var frábær DJ og ég elskar Groove Courage og Gils á snillingur. Þetta er einu sem ég fæ á Twitter eftir. Það er einhverju jámenn sem að fylgja þér eitthvað. Nei. Þannig að, sko, ok. Ertu búinn að velja Stuðlagið? Já. Ég vil hafa það fyrr. Það var fyrr, já, skulum skoða það. Hvernig það þá? Ég veit ekki bara á eftir kannski. Nei, það var ekkert henda þessu bara aftur í skúffuna sem við gerum vanlega. Hvernig þetta? Ég veit ekki, hvernig viltu þetta? Ég vil fá þetta inn svona 16:30 cirka. 16:30, stöðulag, þetta er bara að tísa það. Nei, sko, annar 500 kall. Þú ætlar að byrja að auglýsa það, en ekki að tísa það. Þú skuldar 1500 og þetta er fyrsta innkoman. Þetta getur bara dýrast til þáttu söguna fyrir þig. Þú var ekki laun fyrir þennan þátt, það er nokkuð ljóst. Ég vissi að þetta er erfitt fyrir Egill að tala bara íslensku og degi íslenska tungu og hann skuldar strax 1500 kall, það er 500 kall. Ég veit meina að tísa, sérst að technically. Nei, það er ekki íslenska. Sko, þú mátt ekki einu sinni, þú þarft að segja allt í lagi. Þú mátt ekki segja OK. En tísa getur komið inn í orðabókina fljótlega, held ég. Nei, kannski í orðabók Vestló. Það er ekki komið bara hérna hjá okkur hinnum, sko. Já, ég vil að hugsa þetta. Hjálpið mér að fylgjast með þessu, ef við skilum skýta okkur að tala, ensku. Við ætlum að reyna okkar allra besta hér á degi íslenska tungu og byrja á einu íslensku, nei, þetta er ekki íslenskt lag. Þetta er lagið Sweet Nothing með Calvin Harris. Hér með ykkur í dag, ég er Auður Blöndal og Egill Einarsson.
milli 4 og 6. Alla föstu daga, það bara þannig að þú blöndar hvernig ertu? Ég góður. Það ekki. Jó, getur ekki sagt hvað erum að fara í? Við erum að fara í... Þú ert að grínast nú. Nei, við erum að fara í slúður. Það rétt hjá þér. Tók ekki nema 5 sekundur. Já, gera mig stressaðan. Það komið að slúðurpakka dagsins og já... Eitthvað slúður Jennifer Lopez í dag? Nei, ekkert slúður Jennifer Lopez, en ég verður ekki neitt. Það eitt slúður sem ég með núna, sem svona áhugaverðasta slúður sem ég verið með í langa tíma. Ég ekki enn búinn að sjá þetta á neinum íslenskum netmiðli, þannig að ég spenntur að segja frá þessu. Þetta eitthvað sem þetta svona slúður sem að mér þarna var ég næstum búinn að segja enn stór, sem mér virkilega gaman að lesa. Sérðu, ég að passa mig. Ég bara búinn að tala íslensku. Já. Herru, já, ég ætla að byrja slúðrið á dóttir Jon Bon Jovi. Hún heitir, Stephanie Bon Jovi, sem skemmtileg. Sagt? Nei, hvað? Þú sagðir Stephanie Bon Jovi. Þú að því að það hefur í Stefania Bon Jovi. Nei, við skulum ekki tapa okkur hérna í. Þetta er ekki sagt. Okay. Já, ég má segja nafnið á stúlkunni. Ok, ég fari ekki að venja. Skýtt í giði. Hætt að nota skýtt í giði. Það er mitt. Allavega, Stephanie Bon Jovi, hún var handtekin á dögunum fyrir heroin-notkun. Hvað aldur? Ég það vita aðeins meira henni. Ég veist ekki svo að Bon Jovi til dóttir. Hún er þetta félagann. Hvað gert hérna? Þarna skeist á þau. Hvað sagði ég? Það uppdata, reynda að passa þig. Hvernig getur þú búin að skipta fyrir sem að þáttunum var að byrja? Ok. Segðu þetta á íslensku. Uppfærðu mig aðeins. Já, sko, er þetta erfitt? Ég skal uppfæra þess. Hún er 19 ára og er í háskóla. Og fannst, sem sagt, Við erum með alltaf lága grindaugtölu til að tala bara íslensku. Við erum bara að setja okkur við það. Hún var búin að taka of mikið inn af heroíni sem er viðbjóður og var handtekinn en núna samkvæmt nýjasta slúðrinu þá var hún ekki ákærð þessi stúlka og menn eru eitthvað að spá í það hvort að það tengist að hún sé dóttir Jon Bon Jovi maður veit það ekki en það er líka skemmtilegt sko nafnið á henni, hún heitir ekki Bon Jovi hún heitir Stephanie Bon Jovi hún heitir Stephanie B-O-N-G-I-O-V-I Bon Jovi Bon Jovi? Bon Jovi? Já, hann er búinn að rótira nafninu eitthvað. Já, hann er eitthvað að leika sig með þetta. Hann vildi ekki skilja hann að Bon Jovi en fór langt með það samt. Svona slúðrið sem að mér fannst virkilega áhugavert og hlustaði nú. Leonardo DiCaprio hélt upp á afmælisdaginn og bauð öllum helstu stjörnum á Hollywood og tónlistarbransans og öllu. Og þar rifust Robert De Niro og Jay-Z. Ég ætla að leiða mér að halda með Robert De Niro í þeim. Já, og veistu á hverju? Þetta ég ætti eiginlega að lesa þetta á ensku sko, því að mér fannst virkilega gaman að lesa þessa fyrir. Robert De Niro, Jay-Z var sem sagt búinn að lofa Robert De Niro að vera með eitthvað lag í nýjustu bíómyndina hans. Og Robert De Niro var búinn að biðja hann að semja eitthvað svona lag, tengt einhverjar bíómynd sem hann er að leiki í. Nema það, svo var Robert De Niro búinn að reyna að hringja sexinum í Jay-Z og hann svaraði honum aldrei. Svo kom Jay-Z að einhverju borði í afmælinu hjá DiCaprio þá bara byrjaði De Niro að rakka niður og segja, er það maðurinn sem er góðu með sig til þess að svara í síman og það stendur hérna orðrétt Jay-Z reyndi að gera bara svona eitthvað grín úr þessu og segja að hann kynni svo illa á síman sinn og væri skelfilegur þegar að kæma því að svara í síman og þá sagði De Niro, hvað, ertu of heimsku til þess að taka upp síman og segja halló og bara leta hann heyra það er róttök og fólk sem var hann í veislinni sagði að þetta orðið virkilega vandræðilegt fyrir Jay-Z. Já, þú veist, ef Robert De Niro hringir í þig. Já, svo stendur hérna, ég veit að þetta er íslenska tungu, ég verð bara að fá að setja þetta hérna á ensku, ég ætla bara að lesa þetta hérna. De Niro kept telling him that he thinks he's the man, but he is disrespectful. Hann bara, hvað heldur þú sért? Einhver voða töffar og getur ekki talað við mig, ég er Robert De Niro, sko. Já. Þetta var með skemmtileg slúður. 6 missed call, 6 ósvöru símtöl frá Robert De Niro og þú svaraði bara. Sjálfsögðu. Þetta er Bobby De Niro maður. Já, Jay-Z er aðeins með hann að skeita á sig þarna. Já, ég veit, það er bara þannig. Það er ekkert flóktara eins og ég fíla. Þetta eru 2 einstaklingar sem ég fíla í tætlur en ég held með Bobba De Niro þannig. Það er bara þannig. Það er svoleiðis. Já. Svo ætla ég að enda þennan slúðupakka á Kris og Bruce Jenner sem eru foreldrar hennar Kim Kardashian eða sem sagt mamminar og stjúppappina. Þú elskar The Kardashians. Nei, ég ætla að sleppa þessu slúðri. Akkur? Það er verið að tala um að þau sé að vera að skilja. Það er öllum drullu sama. Og Lindsay Lohan, hún bauðst til þess að leika frítt í nýjustu bíómynd sinni Elizabeth Taylor. Ævisögu hennar því að hann sárvantar verkefni á nóga manni, ja? Nei, það leikur frítt í á nóga kúpinu, hún er bara að reyna að koma ferlinni sínum aftur að stað sko. Já, svoleiðis? Já, þannig að hún bauðst til þess að gera þetta frítt og hún fekk nú greitt fyrir þetta
En já, svo fyrir ykkur sem hafi gríðalega nákvæða á Kardashian fjölskyldunni, þá eru Kris og Bruce Jenner sennilega að skilja, það ekki alveg komið á hreint. Ég sé betur í nótt, svona út af þessu. Hefurðu séð þess að þetta? Nei. Ég sá eitt þátt daginn, sko. Ég slýsta stundum inn á þetta er eins og bílslys ef þú verður að horfa. Ég sé eina klippu með Kardashian, ég hef ekki séð mikið af þessu. Já, ég veit alveg hvað klippið þú séð með henni. En þá voru þau sem sagt að rífast og hann var að fara í golf með einhverja annarri konu og sem sagt eiginkonan hans og Kim Kardashian svona með kíki og myndavéla að njósna um þetta. Það var svo gerfilegt og hallærislegt að það næri ekki nokkri átt, sko. Já, ég er að horfa á þætti núna. Breaking Bad. Já, ég var allir búinn að segja að maður verið geðveikir. Ég var ekki búinn að gefa það en sjens. Ég kunni ákvað bara að það eru örugglega lélegir. Fyrsta serið fyrir rólega stað, svo þetta veistlis. Já, þetta eru æðislegir. Já, það eru grjótarið þættir. Þetta var slúðurpakki dagsins og varst ekki, þetta var gott slúður með Jay-Z og Robert De Niro. Slúður í dag, sök! Talaðu íslensku? Já, ok, mér finnst 3000. Ok, þetta slúður í dag, sjúa. Það er minn persónulega skoðun. Herru, það er gaman að heyra. Við ætlum að fara í auglýsingar. FM 957 og kjúklingastafurinn Suðurveri gætu boðið þér út að borða. Fylgstu með í þætti Þórðar Daníels á sunnudögum milli 10 og 2 og þú getur unnið máltíð fyrir 2 á kjúklingastafurinn Suðurveri. Vilt þú næla þér í alvöru laugardagspakka á FM 957 í vetur? Pakkin inniheldur Bombay flöskuborð á skemmtistanum Esju, gjafabréf frá Vera Móta eða Jack & Jones ásamt gjafabréfi í Laugarspa og út að borða á Laugarkaffi. Fylgstu með hjá Ingvar Eysteins á FM 957 á laugardögum í vetur og heppnin gæti verið með þér. FM 957, alltaf í gjafastuði. Hefurðu prófað pizzuna Wilsons Special á Wilsons með skinku, pepperoni, nautahakki, baconi, sveppum, lauk, ananas og ekstra osti. Wilsons pizza, sími 581 1515. Túborg kynnir Kiriyama Family og Enzimi á Factory næsta föstudagskvöld. Heftu þann 11 og aðeins 1000 kall inn. Factory, góðar stundir. Safnaðu 5 ljómandi strikamerkjum. Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. Allir heitustu þættirnir eru á Pop TV. Gossip Girl, Pretty Little Liars, Vampire Diaries, Secret Circle og Heart of Dixie. Allir vinsælustu unglingaþættir í heimi á einum stað. Pop TV fylgir frítt með áskrift að Stöð 2. FM 95 blöð á FM 957. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp. Á degi íslenskar tungu, Egill Einarsson skuldar 3000 skall. Ég malt niður mig. Já, það er 500 krónar sekt í hvert sinn sem að hann talar ekki íslensku. Og þetta er, eins og ég sagði, þetta er jafn mikið vesen fyrir þig og Haffa og fleiri sem að... Nei, þú ert líka næstu upp á dörrlaður nokkuð svona. Já, reyndar, ég er búinn að vera tæpur í viðkynna. En ég held að það sé svona einhver fáveitamennska sem þú ert búinn að smita með þessar enskuslettur. Nei, bjóst ekki í Bandaríkjum mjög mörg ára? Jó, reyndar, ég hef góð afsökun, ég bjóð það í 2 ár. Þegar ég var 7 ára. Ég vil fá stöðulega mitt núna. Ég ætla að fá að ráða einhvern tímann einhverju. Ég ætla stöðulega núna! Akkur? Og það er bara, akkur ekki? Akkur varst þú alltaf að ráða öllu? Finnst þér ekki ógeðslega gaman að eiga inni stuðlagið þitt? Nei, finnst þér ekki bara gaman að þegja? Finnst þér ekki gaman að í lok þáttar þá bara, hei, stuðin að byrja, komið föstudagskvöld. Finnst þér það ekki gaman? Setta það í gang. Akkur má ekki, málega er, þú ert alltaf að niðurlæga stuðlagsdagsgluðum minn sem er að ná gríðilega vinsældum. Það er alltaf að tala um hann. Ég tá hann fyrr. Ég er ekki að niðurlega, mér fannst þetta góð hugmynd hér á sínu tíma að byrja með stuðlað gilsherrans. Lögin sem þú ert búin að hendi í þetta er bara... Ég ætla að fara, þú ert með lélegan tónlistum. Það er ekki mér að kenna. Það er ekki mér að kenna þessum lélegan tónlistum, það er mömmuðin ekki að. Nei, það er bara ekki þér að kenna, ég sé ekki að taka einhver ólögulega töflur hérna til þess að fíla þessa tónlist. Nei, þetta er bara stuðtónlist til að koma þér í stuð. Auðun. Hvað varstu með síðast? DJ Alligator? Ástæðan fyrir ég er að... Nei, þú varst með einhvern Hæselhoff eða eitthvað, kjaftaði. Nei, ég var með Puffendorf. Já, sem er frábær DJ, mjög virtur. Sko, ég vil hérna fá það í gang núna, það er snjór úti. Já, það er snjór úti. Það er svona dimmt og það er þungt yfir fólk í dag. Er þungt yfir þér? Nei, bara þungt yfir fólki. Já, ok. Það er snjór, fólk er að skafa í morgunuðun. Já. Þannig að hérna, ég segi fyrr í gang með stuðlagið til að koma fólki fyrr í stuð. Þetta er rökin séð með, keyrðu það í gang. Ég ætla aftur að vinna með... Í fyrsta lagi get ég ekki keyrt neitt stuðlað í gang því að ég hef ekki fengið neitt frá þér. Nei, það er... Ok,
Ekki, nennir bara ekki að nennir núna bara hægara sem aður, ég segi þér hvað. Eru þess að fara í hennan Horbjóð núna, eða? Þennan Horbjóð? Já. Við erum að fara í dagskóliðin Stuðlag Egils, sem það er ekki Horbjóður. En við erum að fara í, ég ætla að vinna aftur með Groove Coverage, sem ég byrjaði með fyrir 4 viku síðan. Já, hljómsveitin sem þú og... Þú og hvað? Einhverjir 6 aðri þekkja, já, ok. Nei, það er margir sem þekkja þessa hljómsveit. Engin vinur minni að fjölskyldumeðlum veit hvað Groove Coverage er, ég get lofaði því. Ég hef aldrei heyrt þetta að kjafta það, sko. Frá hvað land eru þau? Þið eru ekkert inn í reifinu. Nei. Þú veist, og ég er bara þarftu fyrir það. Það er ekki mér að kenna, þið kunni ekki meta góða tónlist. Langaðir ekki alveg, ok, sjáðu þetta, langaðir ekki, fara til Amsterdam með 20.000 manns, allir í hvítu hlýðrabólum með glowstick, ég verði að segja glowstick, það er ekkert lýsend orðið glowstick, það er bara hannig. Með glowstick, þú veist, kolgæðugur, í hlýðrabólum, þú veist, bara í ruglinu. Þetta ekkert hljómaði ekki vel það? Nei, ég er góður, sko. Ég er bara... Svo reyðilegur, sko. Nei, auðvitað, þetta er náttúrulega hljómaði bara eins og æðislega ferð fyrir 32 ára gamla mann að fara á hlýðrabólum og í hvítum fötum í Amsterdam með 20.000 manns. Já. Veitu, af hverju það er svona slæm hugmynd? Ok, hvað heitir þetta lag? Þetta heitir Moonlight Shadow með, og ég held núna Býtu, er þetta Moonlight Shadow? Þau eru búin að taka Moonlight Shadow slagaran og Ok, er þess að Groove Coverage, er þetta hljómsveit sem vinnur við það að finna fallega dægulega perlur og skýta þær? Er það sem að þessi hljómsveit gerir? Að taka bara svona flott lög og eyðileggja þau? Nei, ég myndi segja þetta er geggja lag í, en að spila bara uppráðlútgáfuna, Moonlight Shadow. Já, og láta fólk bara hengja sig hérna heima á þessu núna, þessu fallega sunnundi. Nei, sko, Auðun. Þau eru búin að gera gott lag enn betra. Þú ert að miskila allt eins og allt. Miskila allt eins og allt? Já, eins og alltaf. Mjög erfitt fyrir mig, ég tala bara íslensku í dag, þetta er mjög erfitt. Já, ok. En nennir bara að setja þetta í gang og nennir ekki að tala yfir það, nennir bara að setja það. Ok, ef það er gott, þá skal ég ekki tala yfir það. Ef það er vont. Það er gott. Ok. Er þetta hérna? Ekki þetta, ok. Og sér byrjar eftir bara, ok. Herru, það er komið að Stuðlagi Gilsarans. Fyrst afsökunar á þessu. Hættu þessu. Groove Coverage, Moonlight Shadow. Það er að tala dagskóliðið niður. Ég er ekkert að tala niður, en þetta á að vera farið í gang hérna. Hækkaðu. Besti parturinn sé eftir, það er alveg saman hvað lagi spila. Nei, besti parturinn er eftir, það þarf að keirast meira í gang. Ekki talið það. Keirast meira í gang? Þetta keirist meira í gang. Hvernig þá? Lækkaðu þér, þetta er að keirast í gang. Þetta er Horbjóð? Já, lækkaðu. Við byrjum með þetta besta partinum, þetta var víst hann fyrir ykkur sem voru að spá í því. Sko, það er alveg sama hversu gott lagi kemur og drullar öll, þetta er ekki svona búið út með eðilegum. Það eru búið, það eru 15 sekundur eftir að laginu, það er víst búið. Mjög góður endir á þessu lagi, sko. Sko, það er alveg sama hvaða lag við spilum, hérna í Stuðlagi Gilsarans. Þú segir alltaf við að besti partinu sé að koma, en lagið er eins frá fyrstu sekundu. Það er út af því, þú þekkir ekki danstónlist, þau byggjast upp og sem keirast þau í gang og svona 2,5 mínútur. Ok, en að hafa það næst í Stuðlagi Gilsarans, að byrja. Það er bara ekki koncept í danstónlistinni, þú veist, þú ert rosalega klár í þessu, hvað tónlist hlustar þú á, hvað heitir drasli sem hlustar á heima, þú ert einn heimaður, þönn lítill dýður og... Hvað ert að tala grunge þá? Nei, hæ? Nirvana og svona? Já, hitt drasli. Hitt drasli? Ég er bara að hlusta á tónlisti, það er annað þú. Hæ? Hæ, drasli sem þú syngur alltaf. Ég veit það ekki. Ekki Pearl Jam, hitt drasli. Creed? Já, Creed. Nei, ég hef ekki hlustað á þá lengi. Nei, mitt góður. Nei, ég get svo svarað. Það er heldur góður hér. Ég get svo svarað. Það er ekki hlustað á þá lengi bara. Creed? Nei, þú skilur ekki danstónlist. Þú voru aldrei farið á gott reif. Nei, ég skal alveg viðurkenna það. Ég hef aldrei farið á gott reif. Er hægt að fara á gott reif? Já, það er hægt að fara á gott reif, sko. Þú ert ekki má að lifa lífinu svona á gott reif, sko. Ef þú reifaði í ganga? Hvenær? Hvenær? Hvernig fórst þú á reif? Ég hef bara farið á mjög ofta á gott... Það hefur verið reif á Íslandi, svona vöruskemmu. Bara gott reif. Já, bara eitthvað svona underground? Nei, underground, undir... Það er hægt að tala bara íslensku. Já. Þannig að það hefur verið reif hérna í flugskýlum hérna á Íslandi, sko. Þú erum allt niðrið, þú veist ekki hvað að gera. Ég þakka reynilega fyrir að skoða þetta aðeins betur. Þetta var Stuðla Gilsarans. Vonandi hafði einhver að núti gaman aðeins og Egill. Styttist hér í stunu dagsins og þar er í boði Tangerei flaska á austur. Við erum líka með Sturla staðarindir hér rétt handa á hornið og Sverrir Bergmann er með rosalegt föstudagslag þessu sinni. Þannig að ekki missa því. Fá nú eitt svona alvöru stuðlag. Það er með hljómsveitinni Ákast og heitir Miss Jack. Forever, forever, ever, forever, ever.
Infidelity and be cheating, beating, and the to the G, they be the Miss Jackson. Við ljótum mig að segja nöfnin á hljómsveitunum á ensku þó að sé dagur íslenskra tungu. Ég ætla ekki bara að segja útkast, skilur, eða, þú veist, úrfragga eða eitthvað. Það var útkast með hver meðanum hana. Þetta er... Þú veist að það var ekki, en það voru komið fleiri svona stemningslög hérna. Það beritast inn tvitt núna, beritast inn. Frá Groove Coverage fans sem fíla Moonlight Shadow. Það er náttúrulega bara, þú veist, fólk er að reyna að hvetja þig, skilur þú? Nei, þetta er bara mjög virtu dagskrárliður þetta. Ég held að Stöðulag Egils sé eitthvað virtasti dagskrárliður eftir 9-5 blöð. Mér samt að ég hef verið lókþáttar. Ég held að það sé skemmtilegra. Já, ég veistu, ekki, þér finnst það. Já, hlustundur finnst það ekki, það er þeir sem ráða. Ok, það er þetta. Allt sem er gert í þessum þætti er gert fyrir hlustundur, ég veit ekki. Já, nákvæmlega, það er þannig. Það steytist hér í Sverrir Bergman sem er með rosalegt föstudagslag í dag og það er óskalag frá mér. Hvað lag er það? Ég ætla að vona að hann sé ekki að fara að skýta á sig með það. Ég bað hann að taka Dream On með Aerosmith. Og það er lag sem hendar honum, sko. Geggjalag. Langar að æla núna. Nei, gefðu þessu leiðum að syngja hér áður. Kemur óvart að beða Dream On með Aerosmith. Það er geggjalag. Nú, hvað? Áttu að beða hann skýtt í dós með Groove Coverage? Þetta er hvað? Með svo öll lögin hjá Groove Coverage er frá einhverjum öðrum. Sem ég það ekkert sjálf. Þau eru bara svolítið í því að taka lög og kóka þau upp. Í, bara hlusta á. Það er bara það sem þau gera. Já, það er svona steraði í gang. Já. En það var maður hérna, ég ætla að segja það var maður að setja heimsmet með að halda í sér andan. Og það er komið nýtt heimsmet þar og veist hvað hann hélt lengi í sér andan? Nei. Hvorki meira en ég minna, þetta er 22 mínútur. Það er alltaf kjafta þessi hér. Nei, þetta er heimsmet. Það er svindlað einhvern veginn. Þetta er komið í bókina, það er ekki hægt að svindla. Hvernig getur ekki ef heilin á það fær ekki súrefni í 7 mínútur og þú ert döður? Hvernig anskotan gata þetta? Já, þú ættir að fara létt með það. En segðu þetta, hvað getur haldið lengi í randanum? Rángrís, svona hálfa mínútur, mestarlega. Ég er mesta pussy. Ok, mesta hérna... Nei, bara slepptu því að segja þetta orð, hvort sem er á ennsku eða íslensku. Og þetta er bara skuldur annað 500 kall. En maður segja, haltu í randanum, vil það taka tíma þar? Ég get þetta ekki. Akkur? Ég sé sundið og ég get ekki, ég tap allt, ég fyrstur upp alltaf. Ég er bara með allt niður um í þessu. Þetta er mjög skemmtilega leikur líka fyrir hlustundur. Haltu í randanum, hvað þegja síðan bara í 15 sekúndur? Nei, kosturinn fyrir hlustundur, ef þú heldur í randanum og þá talar ekki með það. Það er mjög góða punktur, viðurkenna. En ég sökk í þessu, ég síg í þessu. Já, þú veist að Egill, ert að heyra núna, svona án alls gríns, ert að heyra hvað þú notar mikið af ensku orðum? Nú er dagur íslenska tungu, við erum að reyna að tala bara íslensku, þú ert búin að klúra þessu svo oft. Mér var bent á frá hlustanda sem sendi mér tvitt áðan Auðun Blöndal. Þú sagði vídeo áðan þegar þú spilaði myndbandi með Mr. Groove Coverage. Já, ok, ég skulda 500 kall. Settu það í pípuninn og reyktu það. Já, ég skulda 500 kall, ég veit ekki hana. En hvað ertu búin að klikka núna oft, svona án alls gríns? Nokkur sinnum, ég er að gera mitt besta hérna, þú veist hérna, hvað, ég ætla ekki bara að hengja með það? Nei, ég er bara... Hvað ætla að gera? Ég er að gera mitt besta hérna. Já, ég er að reyna að biðja um að sjá bara hvað þú byrjar að nota ensku mikið. Og það er gott að líta svona í eigin barm á degi íslenska tungu. Bara býtum mig í æli það sem. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri thailenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magasín drögum við út fyrirtækjavikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af thailenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Stuffed cheesy bread fylltir hálfmánar með gómsætri fyllingu. Upplagt sem meðlæti eða sem snarl í hádeginu. Dominos. Túborg kynnis In the Company of Men á 11:00 í kvöld. Húsið opnar klukkan 9 og aðgangur er ókeypis. Túborg og bar 11 fyrir fólkið í landinu. Víking jólabjórinn er kominn í verslanir. FM 95 blöð. Á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóakropp? Nóakropp. Brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þetta eru strákarnir í Swedish House Mafia með lagið, engar áhyggjur barnið mitt. Eða Don't You Worry Child. Þið eru að hlusta hér á 2 harða og það er komið að daglegum lið sem heitir Sturla staðreyndir. Hvernig líst þér á það, Þiki? Ég er gaman að þið. Ekki? Það eru sturlaðar, stundum ertu með svona bara staðreyndir sem allir vita og eru bara mjög náttúrulega sturlaðar. Ég er náttúrulega með þetta á hverjum degi, það er svolítið erfitt að vera með 10 sturlaðar staðreyndir. Það kannski vera bara með staðreyndir. Nei, það heitir sturlaðar staðreyndir. Meiri hlutin af þessu er sturlaður.
Ok, ég er klár. Komdu með það. Ertu að rakka niður sturlaða staðreyndir að því ég var að láta stuðla þitt heyra það? Nei, bara, þú veist, út af niðurlega virtasta dagskrárliðin okkar, þannig að bara... Það er ok, ég ætla að byrja. Þetta er tilbúin. 90% af fólki hendir fyrstu brauðsnöðinni í brauðinni hjá sér, eða skorpuna. Akkurru? Eða skorpunni. Akkurru? Ég veit ekki, borðað þú allt brauðið eftir að kaupa brauð? Ég er í niðurskurðuðin, brauð ekki alveg á listanum mér. Ok, en þegar þú varst krakki og eðlilegur og svona áttir svona líf eins og við hinn Krakki og eðlilegur? Já, bara á ást brauð. Hendur þá fyrstu brauðsnöðin alltaf? Nei, ég færði hana kannski, hérna á borðið. Færðir hana? Ég tók hana úr pókanum, færði hana á borðið, tók sér venjulega heila brauðsnið út og sett hann aftur inn í pókan og lokaði hann sér. Já, ég hef eitthvað, þegar þú segir það, þá hef ég gert það líka. En skorpan er samt ekkert vond, Nei, ég tek hana bara þegar allt búið og hún var bara eftir ein. Það leit ég mig hafa. Já, ok. Þannig að þú ert í þessum 90% að henda fyrstu. Svo er það næsta og þetta er mjög skemmtilegt því að ég var með, ef þú heyrðir ekki þáttinn í gær þá, ok, ég ætla ekki að segja neitt. Höfrungar stofna gengi og ráðast á aðra höfrunga til að sýna völd sín. Það er eitthvað gert að þeim. Já, ég var nefnilega með, hérna á miðvikudaginn með Pétur Jóhanni, þá var ég með líin hjá mér, það er alltaf eitt sem er kjaftaði, þá var það að ánamaðkar stofnuðu gengi. Og hann náði því. Já, þetta. En ég ætla ekki að, ég skal gefa það, þetta er ekki kjaftaði, höfrungar stofna í alvörunni gengi. Og eftir ég byrjaði með sturlaða staðreyndir hér í FM 95 blöð, þá er ég alltaf að sjá meira og meira að höfrungar eru bara fáuðar. Þetta er ekki þessi krútlegu, fallegu dýr sem maður sér í bíómyndum. Nei, bara þeir eru að stofna gengi og veist, þetta eru svona algjörir... Þeir tala saman, þeir segja, hörðu, við ætlum að stofna gengina nokkuð félagar og við ætlum að berja hann að gæja hana. Ég veit það ekki. Hvað er þetta sem... Og það bara, hörðu, já, svefnum í gengi, ég veit ekki hvernig þetta verður til. Hvernig talaði þið saman eiginlega? Eitthvað svona. Ok. Svo er það næsta. Meira en helmingurinn af fólkinu í heiminum er undir 25 ára aldri. Hæ? Sturlu staðreynd. Já, meira en helmingur af öllu fólkinu í heiminum er undir 25 ára aldri. Ok. Það er rosalegt. Svo er næsta, ég var nú að fjalla hérna áðan að maður sem setti heimsmet og hélt niður í sig andanum í 22 mínútur. Sportdreki getur haldið í sér andanum í 6 daga. Þannig að þessi maður á ekki séns í sportdreka. Sportdreki, já. Já, þú veist hvað það er. Ég veit hvað það er, já. Hann getur haldið í sér andanum í 6 daga. Sportdrekar eru, sko, þeir getur einu dýrin sem lifa af, sko, kjarnorku, shit. Ef jörðin er sprengt upp, bara í drasl með kjarnorkusprengjum, það er eina dýri sem myndi lifa að vera sportdreki. Akkurru. Það er bara eitthvað, ég veit ekki, það er bara staðinn. Það er bara kjaftað. Nei, það er bara þannig. Nú, ok. Fyrirgeðu. Ertu á keislu? Ertu tæpur eitthvað maður? Hörru, svo er næsta. Meðalpar segir ég elska þig eftir cirka 2 mánaða samband. Sverrir Bergmann segir að day 2. Day 2, það er dagur íslenska tungu, Egill. Ég er bara að segja þetta að Sverrir Bergmann er mættur. Það er ekki sportdrekar heimska fíblið. Það eru kakkalakar. Það eru kakkalakar. Nei, og sportdrekar. Viltu veðja? Já, ég skal veðja. I'm gonna Google it. Shit, hvað er þetta? Já, svo sagði líka skítur hérna á ennsku, þú skuldar svona 10 stil. En segðu mér eitt, 2 mánaða samband. Þetta segir maður, ég ætla að googla það. Ég myndi að segja Google. Ég ætla að fara á leitarvélina. Ég ætla að fara að Google leitarvélina. Það er til Google.is, þannig að það hlýtur að teljast til íslensks máls. Sverrir, þú ert söngvari, sko. Segðu mér eitt, Egill. Varst þú byrjar að segja ég elska þig eftir 2 mánaða samband? Hvað er þetta? Hörru, býta, ég ætla að segja þess að flett upp í dagbókinu minni sem ég skrifa daglega. Málið, ég get ekki rætt það, ég er ekki í sambandi. Þú hefur verið í sambandi? Já, en ertu svona... Ertu eitthvað rugglaður? Ertu takkja náttúrulega? Ég sé hérna, að 2 mánuðum eftir að byrja saman, þá sagði ég fyrst, ég elska þig. Ertu eitthvað rugglaður? En þú Sverrir, þú segir þetta nú að það ekki bara fyrsta stefnumóti. Nei, það er alls ekki satt, sko. Ég elska þig. Ég elska þig. Á fyrsta stefnumóti. Nei, ég segi svona. Rólu. Það sagði bara... Það er að panta eitthvað. Ég elska þig. Já, ég er það. Það er ég fesk, sko. Það er svona næsta. Meðalmaður tala 3 sinnum hærra í gemsan sinn heldur en andlit í andlit, eða face to face, ef maður má sletta. Já, hefurðu heyrt Mike Brown tala í síman? Mikka, já, það er... Ef við erum að nanna tæja eitthvað að tala í síman, það heyrir allir staður hvað hann að segja. Já, það er, þegar ég las þetta, þá er svolítið til í þess að fólk tala mun hærra í farsíman sinn heldur en nokkur tíman. Það er svoleiðis. Já, svo er það næsta og það er hér, já, það er yfir 3 milljónir manns eld af eldirhellum árlega. Þannig er ég að nota íslensku. Eld af eldirhellum? Já, árlega. Okay. 3 milljónir manns.
Og þetta ekkert bara frækt sem eru stolkaðir, við þurfum að segja fólk hvað eldirhellir það við tengjum hvernig jöfulinn það Já. Ok, 3 milljónir. Já, og það ekkert bara frækt fólk sem með eldirhelli. Meðanbrið. En ok, bara það getur við gæðsugleikur verið að eldirhella hvert sem Já, svolítið há tala. Mikið að fá þetta til. Já. Það þannig. Já. Herru, svo það hér. Áður en Psy, eða hvað sem hann heitir, sem söng Gangnam Style, Psy, áður hann sló í gegn með því lagi, þá lék hann í kóresku útgáfun af American Pie sem hét Wet Dreams. Og ég fór að googla það eins og það var myndir bara alveg sem American Pie. Það gerast það sama, þegar þetta bara í kóru og heitir Wet Dreams. Ég ætla bara til að sjá hana. Akkur tökum við ekki einhverja mynd bara á íslenskum hana, gerum bara íslenska Pulp Fiction eða eitthvað. Akkur ekki, ég mikill aðdóðandi Psy, þetta meistari. Herru, það eru 2 staðreyndir eftir og hér kemur næst síðasta. Dúfur leggja mannsandlit á minnið og geta ráðist á því síðar ef þú ert eitthvað að stríða þeim. Það líklega mest að kjafta þessi hirt. Já, segirðu það bara eftir. Dúfaauðun. Og hvað heldur þú, já, það var náttúrulega svo há Grindavíkurtölu. Hvað heldur þú rekist á þig hérna bara niður miðbæðinum 1997 og síðan 10 ára setna, hann er Auðun Blöndal, fíblið. Og ráðist á þig, ekki lagi með þig? Ég held hún veit ekkert hvað ég heiti, sko. Hvað heldur þú að dúfa, hún kann að borða og hæja sér og fljúa, búið. Herru, það er ekkert bara, ég er ekkert endilega að tala um þetta 10 ár, ég er að tala um að þú kannski kastar eitthvað í dúfu, svo lappar eitthvað og hún hvernig þú leitur út. Já, mesta kjafta þessi hirt. En Egill, bara svo spyrjum okkur, hvernig eru bréfdúðu til? Hann hljóta að muna eitthvað. Því lítur róttökk í beinni, maður. Þarna varstu róttökk. Það mun ekki andlit. Þarna tók Sverrir Bergman, Chubby Little Loverboy, rosalega uppercut á þig og rótaði þig. Sekt. Já, ég skal taka þessa sekt bara allan dag. Herru, svo er það síðasta. Þú vart að tala um venjulega dúu, ekki bréfdúu. Ef þú sagt það, þá er bara þetta meika fullkomlega sens. Þegar skjaldbökur fá hiksta, þá endist hann í minnst 2 daga. Sturlu staðreynd. Þannig að greiði skjaldbökurna þegar þær fá hiksta. Nú spyr ég þig, Egill, hvað er það sem að kjafta þig? Það er annarkvort dúan eða að maður geti haldinn í þessi andan við 20 mínútur, það er bara ekki sent. Það er engin maður haldinn í andan 20 mínútur, það er kjaft. Það var ekki Sturlu staðreynd, ég sagði þig frá því áðan bara hérna í fréttum. Var það bara í alvörunni? Já, það var bara í alvörunni. Ok, þá var það dúan. Dúan? Nei, það eru skjaldbökur með hiksta. Það endist ekki 2 daga. Hvað varstu freðin og bjóst þetta til það? En dúfur, þær leggja andlit á minnið, þannig að farið varlega þarna úti. Fáum föstudagsklæði eftir örskamastund. Veturinn kominn Bananasplitt eins og vera ber nú úti kólna fer Bananasplitt Þig langar í burger þetta lag hressandi Bananasplitt gert til þess að hvetja þig til þess að koma og fá þér hamborgara Hamborgarafabrikan. Vertu velkominn. Á veturna gott að spara með því að prjóna sér lopapeysu og ullasokka. En þá maður samt buxnalaus og það ekki gott. Þar kemur fékortið sterkt inn og maður kaupir sér buxur. Fékortið. Fyrirfram greitt greiðslukort fyrir skynsemi í fjármálum. Yrði betur búið að íslenskum bændum innan ESB? Ég vil vita. Verum skynsum. Klárum viðræðarnar við ESB og sjáum samningin. Já, Ísland. My family's in danger, I need your help. Einu stærsta ævintýri kvikmyndasögunar við það að ljúka. This should be good. Twilight, Breaking Dawn, seinni hluti. Kominn í bíó. Taktu þátt í Twilight-leiknum á ibio.is og þú getur meðal annars unnið Samsung Galaxy 3 snjallsíma, auk fjölda annara vinninga. Hey þú, ert að fara út í kvöld? Komdu og keftu við vinið þína í flottustu kappakstusleikjum sem til eru. Spilað eins oft og þú vilt í klukkutíma fyrir 1990 kall. Eftir klukkan 7 allar helgar. Skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi. Ertu game? Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957. Það er harrið til að hlusta hér á 2 harða á föstudegi og hann mættur til okkar, hann Sverrir Bergman. Hann var þetta með okkur í Sturlunum staðreyndum áðan og gaf Agli 1 róttök með brefdúðuna. Takk fyrir það, Sverrir. Gott að bara minnst mál. Síðan ætlaði Sverrir að róta mig með, það uppséu bara kakkalakkar sem myndir lifa af Nuclear Holocaust. Já, ég fekk reyndar en það er líka. Hvað var þetta dobb? Var þetta tvöföldsegt? Það er ekki hægt að fylgjast með þér. Það er líka sportdryggar, þannig að settu það í pípuninn og reyktu það, söngfugl. Varst að læra þetta eitthvað, setja það í pípuninn og reykja það, og nota þetta svolítið í þessu þetta. Nota tvisvar þetta. Var þetta ekki skýrskúl sem kom út 88?
Jú, og hvað? Jú, ertu dapur maður. Hvað fyrir ekki að syngja eitthvað? Hæ? Það var þetta skískúli, ég er þetta mann eftir henni, munið þetta þeirri mynd. Já, æðisleg. Já, það var svaða mynd. Sverrir ákvaða niðurlega og það var gömul. Já. Klam ekki með það, Sverrir. Takk. En það er hérna, sko Sverrir, þú ert að fara að taka þetta föstudagsslagið. Já. Sem að er óskala frá mér. Já. En svo er það líka óskala frá hlustendum sem að þú þarft að syngja hér eftir. Það er eiginlega 2 föstudagslög hjá þér í dag. Ég Ljótt að segja. ég bara man eiginlega ekki eins og eftir þessu lagi sem að þú ert að segja að ég að fara að syngja hérna eftir. Ég ætla að spila það fyrir þig þegar þú ert búinn að taka föstudagslagið. Ok, þannig að þú heldur að ég læri það bara að heyra það einu sinni. Já, þetta lag, ég spilaði þetta einhverjum einasta þætti hjá mér, sko. Og ég söng þetta á miðvikudaginn í karaoke með Pétur og vann 5-1. Okay. Og það var maður sem twittaði að þú getur ekki eins og sungið þetta betur. Þannig að ég ætla að setja þá áskorun á þig hér á eftir. Okay. En við ætlum að byrja hins vegar á föstudagslæginu. Og er ég að fara að fá lagið sem að ég bað um? Já, loksins færði. Ég Egil fær alltaf sín lög með svona frekju og... Alltaf ég fengi eitt lag. Það tók 6 vikna væl. Þú baðst Rí Hönnu hérna. Þú baðst Já, og svo baðst Rain Over Me. Ég fekk Rain Over Me og Bocelli. Búið. Hvað vilt þú næst, Egil? Ég þarf að hugsa það. En bara, má ég fá þetta lag? Ég veit það ekki. Nei, þetta er stóður eins og ég fæ. Ég veit það ekki. Ég var búinn að lofa... Þú segir ekki bara já, þú mátt fá næsta lag, Eilvin. Það verður eftir hvað lag, ekkert með groove coverage. Það gengur ekki upp, sko. Moonlight Shadow. Það finnst það að segja það. Carried away. Hann er svona með svona skrækjandi rödd. Þú getur tekið það. Já, takk. Akkur tekur ekki bara Moonlight Shadow næst? Við skulum bara skoða það. Í svona techno-búning þá? Já, hann hefur ekki the rhythm í techno-búningin. Hann er svo mæminn. Það er meira sko glowstick í hann, sko. Já, en lagið sem að þeir eru að fara að taka þetta núna fyrir okkur heitir Dream On eða bara dreymiði áfram. Og er eitt besta lag sem Aerosmith hefur gefið út. Þetta er óskala fyrir mig. Eru þið tilbúnir, strákar? Við erum klárir. Þá skulum við bara henda okkur í föstudagslagið Dream On. Því líkt og annað eins. Hanna komu alvöru öskur. Egil, hvað segir þú? Varst ekki sáttu við þetta? Þú veit að sé Aerosmith. Jú, það var rosa fínt. Rosa fínt. Sko málið ef ég get öskara svona eins og þú, þá var ég alltaf öskarandi. Ég getur ekki öskar. Já, ég væri bara svona, ef ég færi bara í bíó. Ég ætla að fá! Eitt popcorn! Ég var alltaf í þessu bara. Þannig að þú tekur næst Moonlight Shadow? Nei, anskotin, er það? Kottum eitthvað, þú mátt velja lag næst Egil, en kottum eitthvað skemmtilegt. Vinuðin að biðum að taka November Rain. Já, November Rain. Já, það er 11 mínútur. Sérðu bólins mér í? Miður gengur það ekki upp. Oh, Guns N' Roses. Miður gengur það ekki upp, Sverrir Bergman, því November Rain er 11 mínútur, það er og mikið, en þú tekur November... Nei, ég vant ekki hérna Moonlight Shadow, sem er 3 mínútur. Taktu það bara og verð ekki svona erfið, drekka ítölsku, syngdu þetta bara, söngfugl. En sko, þú veist að Moonlight Shadow er rosalega rólegt lag. Já, segðu það með groove coverage. Já, en hvað, á hann að fara að spila á gítar en bara eins og að sé eitthvað techno-gítar? Nei, bara kerði þetta aðeins upp. Þú kerðir Rain Over Me aðeins upp. Það er ekki alltaf, þú veist... Hann var að keyra þetta upp, hann var öskrús í lúkunum. Já, hann endaði að keyra þetta upp. Ég byrjaði þetta bara strax á byrjun að keyra þetta upp. Já, bara þetta dauðir bara. Kerði aðeins Moonlight Shadow upp. Já, ok. Það er alltaf pæling í verstafalli, þá kemur með eitthvað annar lag næst og hann fyrir fílu. Já. Þau nú sé það nokkur sem mjög okkar vinskap. Já, nei, hann bara fyrir fílu vikulega. Ef Egil fær ekki sínu framgengt, þá kemur svona skeifa. Já, takk fyrir það. Krossleikur hendur og takk fyrir það. Syngdu bara lagið. Takk fyrir það. Það er kjarneðlisfræði. Ó, lærður þetta orð sjálfur bara. Kjarneðlisfræði. Syngdu bara, söngugl. Það svo gerir. Já. En hérna, ég ætlaði samt ekki að sleppa þið strax. Nei, ég ætla að læra eitthvað annað. Já, hann er bara að syngja eitthvað annað lag núna. Já, það er lag sem ég veit að Egil mun fíla að heyra þið syngja. Og þetta er það lag sem ég spila eitthvað oftast í FM9 Blöð. Og ef ég gæti sungið í karaoke á miðvikudag, þá getur þú það. Þú kannt það? Já, ég er bara því búin að hlusta svo oft á það. Já, þú hefur heyrt þetta lag, Sverrir, annars settum allt niður. Hlustaði bara núna því að þú varst svo að syngja þetta hérna lag. Það er þetta. Það byrjar hérna, sko. Segðu mér að þú hefur heyrt þetta lag, Sverrir. Þú hefur ekki heyrt þetta með David Guetta, við erum alltaf að spila þetta. Ef þú hefur ekki heyrt þetta, þá er bara hvað aðeins.
Þetta David Guetta hér með She-Wolf Falling to Pieces. Við ætlum að biðja Sverrir Bergmann að leika þetta eftir, en þú, hvað, leggur ekki í það? Ég bara hef ekki heyrt þetta lag nema svona einu sinni öður. Já, hvað? Ég er bara sorry, maður verður að hafa smá metnað. Ég get ekki bara að fara að gaula eitthvað rugl og... Nei, en hlustur aldrei á þáttinn, þetta er það lag sem við spilum heldur hvað mest, sko. Jú, ég hlust ekki alltaf á það samt. Nei, það var... Nei, það var náttúrulega verið að setja nú Twitterinnum daginn að eina sem ég spilaði þar í Diamonds með Rihanna og þetta lag, þannig ég er kannski búin að heyra þetta eitthvað. En, já, hvernig verður það að hafa þetta bara sem næsta föstudagslag? Ég er til í það. Slepp Moonlight Shadow og taka... Væru til í það, ef hann æfir lagið? Já, ég meina, þú veist, en hann má ekki keyra lagið niður. Nei, ég skal hafa þetta hér. Jafnvel og syngir þetta bara í karaokeun okkar. Og við gefum bara Halldór Gunnari frí. Ég er með rosa útgáðu þessu hérna sko í karaokeunu. Ok. Sem ég nýtti mér á miðvikudaginn. Já, en það er fyrsta, Sverrir getur ekki sungið hérna aftur fyrir okkur og þá ætlum við að fara í, dagskrárliðin okkar sem að, hvað höfum við kallað þetta? Þetta er eiginlega svona eini svona hjólísa dagskrárliðin okkar, Egill. Jú, það þarf að vera eitt svoleiðis, hvernig þetta? Já, það er stuna dagsins, en það er eins og ekkert hjólísalegt við vinningin í þessum dagskrárlið. Það er Tangerei flaska eða Tangerei flaska á Austur og já, það er einhver, sá sem að hringir í 511-0957 og veit hver er að stynja, vinnur flösku af Tangerei. Og Faðir Kolb ber hana fram eins og alltaf. Ertu byrjað að vinna með Faðir Kolb? Já, það er ekki... Það er flott nafn á hann. Þannig að, já, Faðir Kolbensson sér að hella Tangerei kyninu fyrir fólkið. Já. Og sko, við erum búin að vera með nokkra stunur dagsins hér í þessum þætti og fólk hefur alltaf náði til að snemma. Já, bara eiginlega fyrsta... Á smá vesendra nilli var. Ekkert margir sem náðu honum strax. En það er eitthvað sem segir mér að fólk eru ekki lengi að fatta... Nei, það er bara fyrsti gæði sem hringir inn að eru svolítið ekki flókið. Stunur dagsins í dag. Það er ekki... Þú þurfum bara að gera þetta meira challenge. Æ, það er challenge. Já, meiri áskorun. Og ég bara... Ég betur fyrir þessi dagur einu svona ári. Dagur íslenska tungu. Já. Þetta er erfitt fyrir þið, en já, þetta er ekki mikil áskorun en engu að síður held ég að þetta sé besta stuna dagsins sem við höfum verið með og það er að gera hringi 511-0957 og reyna að vinna hér. Tangerei flösku, eru þið tilbúinir okkar í stunu dagsins? Ég er til. Herru, við skulum heyra hana, svo hringið inn. Hér kemur stuna dagsins. Þetta var Þetta er stuna dagsins og nú er það bara undir ykkur og skjóta hver eigi stunu dagsins. Við skulum opna fyrir síman F9 blögg á daginn. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Kannast þú? Þetta er PJ Sixhús. Já, það er hárrétt. Það er rétt. Það var auðvelt. Já, þessi var ekki flókin. Þetta var að sjálfsögðu Pétur Jóhann Sigfússon með stunu dagsins, en hún var skemmtileg einhvað að síður. Herru, hún var stess. Ég var að tekja með heima hjá sér. Hvað segirðu? Nei, þetta var... Tekja með koninni. Já, hann lætur heyri í sér. Þetta var tekið bara beint úr ræktinni. Já. Hann var að lifta í morgun, við fórum með honum, hann var í bekk. Vilt þú tillaði niður á Austur og láta Faðir Kolb servera Tangerei flösku á þig? Herri, ég ætla að vera í Mömmó, þannig að bara næstu sem hringir má bara eiga flöskunum. Mér langaði bara að... Já, það er þetta. Þetta er... Þannig að þú ætlar að gefa frá þér flöskuna en vildi bara giska? Mér langaði bara að giska, en ég hef ekkert við flöskunni að gera þannig að ég er í Mömmó. Ok, glæsilegt. Takk fyrir að ringja samt. Takk fyrir það. Ok, bye. Herðu, þetta var indaltæðinni, hún ætlar ekki að taka flöskuna, hún ætlar að gefa hana frá sér og þá er það bara næsti hlustandi. Hún ætlar að gefa 40 flösku. En hún er náttúrulega búin að segja hver á stununa. Þetta er ekki lengur, ég veit ekki hana, þetta er ekki lengur erfið. Getur við hlustað á hann aftur? Ég náðu þessu ekki alveg. Viltu heyra hann aftur? Ég held að vera gott að hendina einu sinni aftur á, bara svona... Bara til öryggis? Ok, hver á þessa stunu? Hver á þessa stunu?
Svo næst að hafa búin að byggja okkur að spila hann ekki, við erum búin að spila hann. Þið spilið þetta ekki strákar, þetta er of mikið. Það er nýjum blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú, Kappi? Herri, ég er bara nettur. Hver á stöðu dagsins? Herri, Pétur Jóhann. Já, það er rétt. Júsen. Já, hvað heitir þú, vinnur? Herri, Aðalsteinn Arnór. Aðalsteinn Arnór. Já. Þú ert að fara að fá þér í glas og faðir Kolb mun servera til þín rándýra Tangerine flösku. Það verður veistla. Þekkjur Ásgeir Kolbensson eitthvað? Herru, nei, ég raunin ekki sko. Hefurðu séð hann í eigin persónu? Já, einu svona í bíó. Já, ok, var hann ekki flott klæddur? Jú, hann er alltaf nettur. Hann lítur sérstaklega vel út á austur, þegar hann á staðinn, hann er eigandinn. Og passa sig alltaf að vera í rosalega flottum fötum þar og svona. Já, bara þannig. Þetta verður veistla fyrir þig, hann mun sitja með ykkur og segja brandara og helli glös og svona. Segja brandara? Hvað segir þau? Júsins veistla. En þú hefur bara samband við þá í austur og ég sendi þeim nafnið. Hvenær er þetta? Er þetta sérstökum tíma? Já, bara um helgina. Já, föstudag laug bara, þú ræður. Faðir Kolb er á staðnum. Já, það er eitthvað fitnessparty þarna á morgun, þannig ekki komið í hvítri skyrtu. Já. Þú vilt ekki eitthvað á því, þá getur þú endað eins og kókamalt, en takk hjálpa fyrir að ringja. Takk fyrir það. Bye. Ég held nú auðvitað að brúnkukremi sín að fara eða fitnesskependunum þegar mætu austur, sko. Er það ekki svona að koma og klappa og faðma og þú ert allir í svona einhverju brúnu? Já, ég held, þú veist, fólk fer líklega í störtu eftir keppni og skólar af sig þegar tannir. Hægt að niðurlega my fellow bodybuilders, að þetta ekki sagt. Ert þú ekki að kalla mig vaxtaræktamann? Jú, en þú... Já, ég held bara að fólk sett á sig fullt á svona einhverju brúnkukremi og einhverju rugli í. Hefur aldrei verið einn heimaður og borðaði brúnkukremi á líkamann? Hef ég? Já. Einn heimahömmun? Já. Af hverju ætti að gera það? Af hverju ekki? Fyrir hvern? Bara fyrir þig. Af hverju? Til að vera brún. Hvað er þetta heimsklótt sem þú heyrst það? Já, með því. Hvað er eitthvað aðverð? Sýta einn heimahömmun að bera með brúnkukremi? Ekki sýta, nei, þú mútið standa. Nú, hefur þú gert það? Já, hef ég gert það. Það var svona 100 sinnum. En ertu þá áður að ferða út á lífið eitthvað svolítið? Nei, Auðun, áður ég fyrir út á lífið. Hvað, svo sett brúnn í draumniðinu með það? Nei, til dæmis að ég fara hit the gym. Því að þetta fyrir mig íslensku. Fara í vaxtaræktina? Fara í líkamsræktarstöðina? Og þeir eru að fara í líkamsræktarstöðina. Ég hugsa með mér og ég ætla að vera kaffibrúinn í dag. Og því að þá sést betur æðarnar og vöðvaskilin og allt það. Bara ber ég á mig, þessi ræktina, þetta vandamálið það. Nei, hefðu slakað á. Það var svipurinn áður, ég spurði þig bara, er eitthvað aðeins? Það var að því að þú spurðið mig, hefur einhvern veginn verið einn heima þegar að bera þig brúnkukrem? Já, það er 2012, þú voru að fara að fylgjast með prógraminu, sko. Já, en ég skal viðurkenna það, þegar ég var yngri, þegar ég var svona, þegar ég var að vinna í vörst, þá, hvað er ég, svona 10, þá keiftum við Reynir, eitt besti vinn minn, við keiftum okkur svona einhverja brúnku, svona klúta, og svo nuttaði þeim og áttur svona þurrka andlitaðar og þá áttur að vera rosalega brún og við vorum eins og sko gulrætur eins og ég notaði þetta aldrei aftur, ég fór á tjammi og þetta byrjaði voða flott, byrjaði bara herðu var já, það fekk svona lit og eitthvað en svo var þetta verra og verra með kvöldinu og þá voru menn byrjað að spyrja bara herðu hvað kom fyrir andlitaði þá var maður bara fokk hvað er að gera eftir í döð skammast. Já, þú gerir mikilvægstu mistökin, þú ert að fara að vinna með svona kremöðun, þú gerir tilraunir á mánudegi, þriðjudegi og miðvikudegi og finnur kremið sem hendar þér þegar það er búið að takast, þá gerur það rétt fyrir tjandi. Varst það bara að henda lið svo aldrei prófa rétt og hann varst út á lífið? Já. Það er ekki lagi með því. FM 957 og Túborg jólabjór kynna Barhopp í samstarfi við Lebowski Bar, Dönsku Krána og English Pub. Allan laugardaginn nóvember munu Kristján Ingi og Ósk Gunnars gefa vísbendingar hvar er að finna kassa Túborg jólabjór ásamt gjafabréfi. Ef þú finnur kassan, getur þú boðið vinahópnum með þér á Barhoppum kvöldið frá 6 til miðnættis. Gleðin byrjar á jólabjór og burgers á Lebowski Bar. Því næst er farið á Dönsku Krána í enn meiri gleði og að lokum á English Pub. Vart þarf að taka fram að jólabjórinn flæðir fyrir allan hópinn á öllum stöðum. Að sjálfsögðu er 20 ára aldurstakmark. Fylgstu vel með þeim Kristján Inga og Ósk Gunnars á milli 10 og 1 næstu laugardaga þar sem þau munu gefa vísbendingar hvar kassan er að finna. FM 957 og Túborg jólabjór. Léttöl. Víking jólabjórinn er kominn í verslanir. Höldum ljómandi jól. Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. Viltu hollan mat með innan við 450 hitaeiningum, lítilli fitu og innan við 2 grama salti? Betra lífréttirnir frá 1944 fást í næstu verslun. Veldu betra líf með góðum mat.
Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. FM 95 Blö. Á FM 95. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp. Nágætis stuðlag svo sem. Ég að lesa mjög áhugaverða grein Auðun Blöndal á einhverju síðu. Herru, þegiði nú. Já, hvað segirum? Ég þarf að sletta núna út af því að greinin á ensku, þannig að ég veit að þetta á íslenska tungu, þú veist, setja sokk í ykkur í spili. En hvað er mála okkur, getur ekki sett á íslensku? Ég nenni ekki að þýða allt hérna. Já, ok, er greinin á ensku? Já, hún er á ensku, já. Ok, hvað er það að fara að ræða þér? Hvað er your greatest fear? Hvað ertu hræddastur? Já, greinin heitir það, þú veist. Já. Hvað er, veist, og við hvað ertu hræddastur, bara í öllum heiminum? Ég? Já. Að einhver nákomi mér veikist. Já, einhver í fjölskyldunni. Það er ekki inn á topp. Það er ekki inn á topp, sko. Jó, það er hérna... Hvað er ekki að lista hér, að? Nei, þetta er ekki eins og ná topp 40, sko. Ok. Þú ert með allt niður þau. Nei, þetta er bara sem ég hræðist mest. Nú, hvað hræðist þú mest? Hrossaflugur. Hrossaflugur? Hvað er ekki læg með þig? Hvað starar svona á mig? Hræðistu hrossaflugur mest af öllu í heiminum? Sko, ef það væri ljón inn á gangi heima hefði og hrossafluga, myndur þú hlaupa í alltaf ljónum? Já, það er 100%. Nei, ég lendi í atviki þegar ég var svona... Allir ekki, ef ég nýbúin að losna með bleiu, hvernig losnaði með bleiuna? Þú, 13 ára? Hvað, ríðust miljón hrossaflugur á því einu? Nei, ég var kannski, ég veit ekki, 3-4 eða eitthvað. Ég lagði mig, tók powernap. og hérna... Sér ekki fyrir svona lítinn sterakrakka. Það fá sér svona... Lítinn sterakrakka? Svona lítinn blund. Ég ætla að fá mér kraftblund. Ég tók powernap og hérna... Og ég gleymi þessu aldrei. Síðan vaknaði ég bara, opnaði augun og sé bara svona með öðru auganu, eðlilega, og hitt augað sé ég bara svona skugga í miðunni og síðan svona lappur út allt. Hörðu, og satt hrossafluga, bara tilla sér yfir annað augað. Þannig því ég opnaði, þá var hún satt á augan á mér, þannig ég sá bara lappirnar og... Getur ímyndaður hvernig hann lendi því í auðinu? Er það ekki hrossafluga sem sækjast í skít? Nei, nú ég er ekki að skjóta þig. Allar flugur sem sækist í skít. Ég er ekki að reyna að leiðilega við þig, en er það ekki hrossaflugur sem að fara alveg á milljón í svoleiðis? Hefur þessi miljón hrossaflugur í skítu? Hvað, er ekki lagi með þig? Nei, það sitja á veggjum og síðan fljúa það svo kónguleg. Já, en ég veit, þetta er kannski verið skelvileg lífsreynsla fyrir þig. Þú vaknar svona einhvern veginn? Með flugu á augunum? Með flugu, með hrossaflugu yfir augunum. Flugan gerði ekki neitt? Nei. Hún var ekki svona á augunum? Þetta er eins málega, kóngulegar kom hann að strax í nummer 2 hjá mér. Varstu ræddu á kóngulegar? Já, guð minn, almátt, geitungar nummer 3. Þú ert svona eins og fíll, Egill. Ég sé þig í kringum geitungar. Þú ert risa stór en hræddu við svona pingulitla hluti eins og kóngulegar og flugur. Þú er aldrei lent í því að hrossafluga tilti sér á augaða með tókst powernap. Nei, en hvað, gerði hún eitthvað meira það? Ég veit ekki hvað hann var að gera það með satana, sko. Að hún gæti ekki tilsegust annars þar. Er hún bara fljúandi hann eins og eitthvað ógeð? Við séum hvernig hann fljúa líka. Svona eitthvað ráf eitthvað í loftinu. Síðan svona, hann er gilsar að taka sér powernap. Þetta setjast á auga á hann. Ég skil, sko, ræðslunum við geitunga. Ég á eitthvað ótrúlegan hátt alveg skítræddur við þær flugur. Og það eru það eiginlega allir. Hefur þú setið fyrir utan kaffi París hérna á sumrin og koma 2-3 geitungar? Það verður allt vitlaust. Manstu eftir Mikka og Benidorm á veitingastannum? Já, það er eitt að finnast það sem ég séð. Það bara hló öll eyjan. Mikki vinnur okkar hljópar út allt. Og með geitungur á eftir sér. Bara við ströndina og þá kom svo geitungur. Það rámandi eitthvað um mig svona, please farðu. Sem fór á næsta borð, ónáði fólki þar. Ég sagði ekki koma aftur, sem kom hann aftur. Og ég auðvitað bara svona, stóðum upp og fórum, mæk og töffari. Þetta er flugastráð, hvað dreipið þið mikið? Já, byrjaði svona að veifa einhverja hanga eða svona einhverju tissjú í hana. Síðan var hún, síðan sá maður, hann var að halda kúlinu. Síðan fluga bara svona á nefinn á honum. Og þá mista hann kúlið, tók eitthvað svona tissjú. Að berja út allt bara loftið. Bara trappa og reyna að berja hann og hitti aldrei. En við hvað ert þú hræddastur, Sverrir? Vá, ég veit ekki. Hrossaða fluga. Eru þið loftrættir? Ég held að Sverrir er með nummer 9, top 10, þannig að top fears. Það er sko fear of snakes, fear of heights, fear of flying on a plane, fear of public speaking, fear of darkness, fear of not being able to escape, fear of spiders, fear of terror attacks og nummer 9, sem Sverrir Bergmann er fear of rejection.
Númer 9 hjá þér, Sverrir Bergmann. Ég er góður, sko. Hræddur við höfnun. Já, það er 100%. Það er alveg 100% eitthvað sem ég get bara hent beint yfir á ykkur, því að þið eru búin að vera eins og litli kettlingar eftir ég skrappaði þessi burtu. Hvað sem segir raskatu á... En númer 31, ég held að það sé eitthvað sem hefur blöndað sér. Fear of babies. En það númer 31 er einhver hræddur í börn. Bara lítið krakki. Er það ekki verið að tala um að hræddur eiga börn? Nei, bara fear of babies, ekki fear of having babies. Já, ok. Það er ótrúlegt. Svona er það. En Númer 64 er fear of long words. Þú bara skítrætt við löng orð. Ég er enda mjög hræddur við það. Hvað var í fyrsta sæti, segirðu? Þetta er fyrsta sæti er fear of snakes. Það var hræddur við snáka? Já. Ok. Ég myndi drull í mig að vera snákur eitthvað heima bara í. Já, ég samanlega því. Þetta er náttúrulega skemmtileg listi. Ég geti leikið mér að lesa henni alltaf dag. Við erum að hlusta hér á 2 harða á föstu degi. Auðun Blöndal og Egill Einarsson með ykkur til 6 í daga á degi íslenskra tungu. Það er bara... Það er hárrétt. Þannig er það er nóg framöndan hér hjá okkur strákunum. Ég er að lesa þetta hérna, Auðun Blöndal. Já. Að leðurbuxur sem koma aftur með kvelli inn. Já, með kvelli? Já. Þú varst að hugsa þetta á ensku, held ég. Já, ég viðurkenna. Já. Þetta er mjög erfitt. Þetta er erfitt fyrir mig í dag. En hvar stendur það sem að koma með kvelli? Það er ég lesa hérna bara á Smartlandi að leðurbuxur eru komna sterkar nattur. Eru við ekki að fara að leðurbuxu okkur upp eða? Hvað, rölda saman í leðurbuxum? Já, bara, veist, kíkja niður bæ, kíkja austur í leðurbuxum. Er eitthvað verra en að sjá 2 félaga saman og báðir í lettaranum? Og það er að segja buxum. Já, það finnst þér aðsnaldið. Mér finnst það ekki töff. Og það eru líka ekkert allir sem að bera leðurbuxur, sko. Fjölið Þorgeirs gera það. Já. Valtý Björn. Valtý Björn kannski, já. Óli Geir. Já. Það er nokkur sem geta þetta. 3 menn á Íslandi. Ég held að við erum ekki að reyna þetta. Ég á leðurbuxur, þetta er amerísku drauminn. Já. Og dressaði mig upp hérna í San Francisco. Ég á þær ennþá. Dressaði ég upp, ég klæddi þið upp. Skulda 500 kall. Dreftu mig. Þetta verður... Dreftu mig. Þetta er ólétt, maður. Já. Og ég er að lesa þetta leðurbuxur. En hver er okkar tískusérfræðingur í FN95 blöð? Ég veit hvert getur við hringt? Ég þarf að vita, er ég að fara leðurbuxur í kvöld eða ekki? En Nonni Húðflúr? Nonni Húðflúr? Já. Er hann líka tískusérfræðingur? Jón Gunnar Gerdal. Auðvitað, hringdi Nonni Húðflúr. En sko... Það er með þetta alltaf reynu. Já, ég get alltaf lofa því að Jón Gunnar Gerdal er ekki að fara að ræða við okkur leðurbuxur. Hann á eftir að segja, hvað, ég er að fara að ræða þetta? Nei, það er alltaf saman að sagða, sko. En málið er, hann ennir aldrei að tala við okkur, alveg saman hvað það er. Kannski núna vill hann tala um leðurbuxur. Heldur að Jón Gunnar eigi leðurbuxur? 100%. Hann er enda svona tísku sérfræðingur. Já. Allir vinur, veist, er ekki Arnar Gauti eitt besti vinur hans? Hann var alltaf í rauðum buxum í sumar og appelsínugulum okkar. Já, spurði maður hvort sé lagi. Já. Er það Nonni Húðflúr? Jón Gunnar Gerdal, get ég aðstofa? Sætlu þú, þetta er beint útsendingu? Sætlu þú? Já, það er nýtt, sælir. Hvað segir kallinn? Ég bara gæti vatn fyrir betri. Hvað er það að gera? Ég er fyrir bíó eftir. Já, ok, gaman að því. Já, við vorum að spá í við Egill, berum við leðurbuxur? Ha? Það er verið að tala um að leðurbuxur sé að koma aftur inn með kvelli. Hvað finnst þér um það? Finnst þér við ættum að fara að leðurbuxa okkur upp, strákanir? Auðun Blöndal og Egill Einarsson. Er það hringt í mig í första straffi, ég ætla að spyrja mig um leðurbuxur. Hvað er ég, Rossi Friends eða? Nei, hvað? Ég vissi hún myndi svara svona. Nei, hvað var ég að gera við leðurbuxur? Ég er ekki bara... 88 ára, ég púla ekki leðurbuxur, sko. Þú ert svona eini í FM95 gengin okkar sem að fylgjast vel með tísku. Við ætlum bara að spyrja, gengur þú í leðurbuxum? Nei, ég get lofað því, ég geng ekki í leðurbuxum. Það er verið að tala um þetta sem kom inn með kvelli aftur. Já, mér er alveg sama að þetta kæmi bara með geimflug í Reykjavík, sko. Ég fer ekki í leðurbuxum, sko. Hvað hefur á móti leðurbuxum? 38 ára að rölda inn á pubin í leðurbrókum. Tjóðið var ég gæmlega að lóka þá maður. En hvað finnst þér um að við og Egill farum með það? Já, þið er náttúrulega púlið þetta, hvað með almáttum maður. Já, það? Þetta er enda það sem ég... Ég buffið og blöðmarinn, þið púlið, röltinn á austur í leðurbuxum, hvað með almáttur. Lóksum fá okkur jákvæðar á Nonna. Þetta er í fyrst skipti sem Nonni jákvæðar. Ég verð samt til að vera frá staðinu þegar þið röltið inn í leðurbuxunum, það er fucking priceless. En það er ekki svolítið rangt samt að vinna með það að vera báðir í leðurbuxum á sama tíma, má það eða? Það er mjög vont, en þið félagarnir, þið takk ekki alltaf bestu ákvörðunni heimi varandi klæðabur, þannig að þið bara reynið þetta, reyna að vinna með þetta. Það þurfti að hendi niðurlægingu. Kannski ekki bara verið jákvæður húðflúr. En þú veist, ég er alltaf get ekki verið í leðurbuxum, ég væri í alvörinu bara svo Rossi Friends alla mótna, þannig að hvað er að ykkur? Þú svitnaði stundu svolítið.
Og þú dansar líka svo mikið á hérna jamminu. Já, ég hef gaman, ég er dansari, ég viðkenna hann. En Ásgeir Kolbens, myndi hann bera leðurbuxur? Ásgeir Kolbens er í leðurbuxur núna, ég hitt hann á hann. Nei, alveg. Sko, þá er það ekki að koma inn. Þá er það að koma inn. Hver veit ekki sjá rauða törnin í leðurbuxur? Bara leðurbuxum í hátæðinu. Það kemur ekki óvart, sko, af því að við vorum að lesa leðurbuxur sem koma sterkt inn. Það kemur ekki óvart að svona tísku fyrirbæri eins og Ásgeir Kolbens væri komin inn. Já, hann fylgist með. Hann er leiðandi, ef að leðurbuxur segist að koma inn núna, þá er hann búin að vera í þeim í hálft ár, sko. Já, það er þetta hárrétt þér. Það eru, ok, ég ætla að fara að vinna með þetta. Hann leiðir þetta trend, en þið félagarnir, þið bara röltinir í sporthúsið á eftir, bara, haust. Hvar fæ ég góða leðurbuxur? Ég ert eitthvað geðvikur, hvernig á ég að fyrir? Mér er alveg sama, hálfkaup. Ok, ég ætla að vissi það kannski. En þú veit náttúrulega, sko, Arnar Gaut er góði vinnuðinn. Arnar Gaut er mjög góð vinnu minn, til margra ára, já. Og hann er svona tísku sérfræðingur, ég held að þú vissir þetta kannski. Já, ég held að þú vissir þetta kannski. Ringið hann púlar leðurbuxur alveg pottið, sko. Við ætlum að hugsa þetta. Við ætlum að hugsa þetta aðeins. Velta sér fyrir okkur. Að hugsa þetta, ég væri til að sjá ykkur tvo í leðurbuxur bara næstu við kíkjum út af lífum, það væri hressandi. Það er aldrei að vita. Við heyrum niður, Galli. Það var gott. Já, hann var nú bara furðu í ákvæður í dag. Já, hann sagði, við myndum púla þetta, sagði hann. Ég sammála honum, ég segi bara, hendum okkur í þetta. Ég á leðurbuxur, þú bara versla þér stykki. Viltu koma með stykki, en ég ætla ekki að vera með eitthvað svona hör eða eitthvað svona drasl. Svona á hliðinni? Já, ekki bara... Akkur ekki? Bara beinar og góðar. Jú, beinar og góð, já, tjekkum á þessu. Bók vikunar á FM 957 er nýjasta meistarverk Stefáns Mána. Húsið, taugatrekkandi sálfræðitrillir frá höfundi Svartur á leik. Hér er Stefán Máni upp á sitt besta. Húsið er ekki fyrir viðkvæma. Segðu bless við svefnin. Hentar evran okkur betur heldur en íslenska krónan. Ég vil vita. Verum skynsum, klárum viðræðurnar við ESB og sjáum samningin. Já, Ísland. Þú fær Túborg jólabjórinn á English Pub Össustræti og English Pub Hafnarfirði. English Pub í jólaskapi með Túborg. FM 95 Blö á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér tvær, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóakropp? Nóakropp, brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þegar ófært í huga mér, ég hefst ekki og er vonlaus, vafra ég jú þá er held ég ástæðan alltaf þú. Því þú heldur mér fast og hendir mér svo í hylinn á ný eins og flæ. Enda situr hann hér ennþá og farið ekki að fara fyrir klukkan 6. Þú verður bara með okkur hérna. En við vorum með stunu dagsins hér áðan og það var engin annar en Pétur Jóhann Sigfússon sem að hjálpa okkur með stunu dagsins, nema það eftir að búin að taka hann upp á hann brjálæður þegar við leiðum honum að heyra hann og baða okkur að vera ekkert að nota hana. Við erum bara búin að spila það 3 ár. Já, við erum búin að spila hana 3 ár. Ég er að spája að hringja hérna í Pétur og bögga hann að spila þetta fyrir hann. Sama hvar hann er, maður sjá. Tekum við svo hérna. Ég held að verði ekki ánæður. Tilbúið með stunna? Já, ég menna tilbúið hérna. Þú er komin í samband við Talhól. Eigandi þessi slögt á símanu sín. Hringdu bara aftur, settu stunduna á og reynda hringja aftur. Sett hann á bara núna. Sett hann á. Hvað er hringið núna? PJ. Svaraðu Pétur. Svaraðu Pétur. Svaraðu. Já. Pétur. Já. Sællunur, þú ert í beinni útsendingu í FM 95 Blö. Sællundu. Nei, sællundu. Hvað segirðu gott? Bara fínt. Það ekki? Jú. Herra, við ætlum að við erum að leika okkur yfir það svolítið. Já. Við erum með nýjan leik. Getur þú sagt okkur, og þetta er nýtt sem þá ringjum við alltaf í einhvern frægan og spyrjum, veist þú hver á þessa stunu?
Endalausu helvíti þarna. Við báðum að gera þetta þannig að allir myndu vita hver þetta var. Já. En veistu hver þetta er? Ég veit það, ég gerði þetta. Ég er alveg bara búinn að missa allt, bara vit og rænu. Hvað er þetta stattur núna? Ég var að ná í dóttir mína í fótbolta, hún var að hlusta á þetta. Eru þið öll fjölskyldan í bílnum? Nei, við erum bara tvö. Já, ok, bara þú og dóttin? Já. Hvað er Sigrún? Þetta gerir maður er stoltur af sjálfum sig. Maður þurfi alltaf að láta hafa sig út í einhverja endalausa vitleysum. Nei, það gerir þetta skemmtilegt. Já, þetta er bara hressandi. Þetta er nú ekki að versta sem þú gert. Ég get lofaði því, Pétur. Nú er ég búinn að þekkja í 10 ár. En mér veist það sem ég... Ef að hlátur er lengi lífið, hvað er þið búinn að lengja Það sem ég veist gott í þetta, Pétur, það er svona stígandi í þessu höður. Já. En við sögðum með þeim sem mann flöskun á hann að við náður sagði þú varst að taka bekk í morgun í ræktinni. Já, ég var að því. Já, það þú veist að maður stíg. Ég var að því. Ég ætla að vona að fólk hefði ekki haft eitthvað annað. Nei, það er fólk fljótt að tengja þetta alltaf við eitthvað annað. En þetta var bara að tekja í ræktinni í morgun. Fyrst ég með ykkur á línunni þá geti komið þeim skilabóðum að framfæri sko að Tong er ekki asískur heldur sko. Það er líka miskilningur. Nei, hann er frá Austuríki. Hann er frá Austuríki? Þannig að fólk getur bara hægt að vera að velta sig upp á þessu. Já, ok. Þá er það komið á framfæri? Já, þá veit ég það. Tong er Austuríki sko. Þá getur bara prestur innflytjenda og allir farið að slaka á. Bara eins og Arnold Schwarzenegger. Það er bara þannig. Já, en hann er samt með svona, hann hefur samt fengið hugmyndin að þættinni sínum frá Asíu, eða ekki? Jú, nákvæmlega, sko. Já, gaman það getur runni verið hvaðan sem er, sko, hann að... Ok, hvað á að gera í kvöld, Pétur? Þetta er bara roki í vasklasi, sko. Hvað á að gera í kvöld? Já. Herðu, ég er að vinna, sko. Nú, ertu að fara að skemmta? Já. Hvað er mynd að skemmta? Það eru 2 stöðum. Annars vegar svona jólahlaðborð og svo eitthvað fertusamali. Já, ok. Og svo endaru vonandi kvöldið á að, skemmta einhverjum heimahöður. Já, Nei, ég segir sko. Það er að fýblast. Þetta er sík. Já, þetta er ógíslegt. En það er viðstöður. Það er verið að spila þetta maður, alveg meiri viðstöður. Ég lofa að þetta verður aldrei spila áttur. Nei, einmitt. Ég elsku vinnur. Sömuleiðis, guð gera ykkur. Bæ. Þetta var Pétur Jón Sigfússon og við ákvæðum að stríðan með stund. En fáum hér besta lagið á stöðin í dag. Strákarnir í Muse með lagið Follow Me. Klukkuna vantar 5:10 og þeir að hlusta hér á 2 harða. Á FM 957 og það er komin tími á gjafmildi hér hjá okkur strákunum. Við þurfum að fara að gefa hér miða en sambandsmiðlun stendur fyrir spennandi skemmtikvöldi í Gamla Bíó á morgun. Það sem Helga Braga og Ari Eldjárn munu meðal annars halda upp í fjörunu. Það verður boðið upp á sushi frá Sushi og Víðfell munu sjá fyrir veigum. Og það var, síðast var smekkfullt og komust færri aðeimildu og þetta er aftur annað kvöld í Gamla Bíó. Við eigum hérna nokkra miða á þetta þannig að nú er bara að gera ringja í 511-0957 og þetta er bæði fyrir fólk sem að er í sambandi og er á lausu þó að síðan sem var stofnuð 2012 sem hátt í 500 manns sem er á lausu og þá er þetta svona skemmtikvöld fyrir alla og við skulum bara opna þetta síman. Sjá, FM 95 blöggóðan daginn. Sætlitu. Hvað segir þú gott? Fínt bara. Er það ekki? Vilt þú kikki í Gamla Bíó á skemmtikvöld á morgun? Það ekki. Það er aldrei. Hvað heitir þú? Ég heiti Jón Pétur. Jón Pétur? Yes. Ertu í sambandi, Jón? Nei. Nei, það verður einhver á lausu þarna á morgun líka? Já. Það er bara þannig. Það er bara svoleiðis. Það er bara þannig. Þú færði þetta miða fyrir 2, þú getur tekið eitthvað með þér, eitthvað vinn en eitthvað?
Hvenær kemur, ekki Stuðla á Gilsin eftir það? Stuðla Gils, hann vildi taka að snemma í þættinu núna, tóka bara í byrjun. Já, sko málið er að ég vildi gefa þessum frábæra dagskvöldi meira vægi, þannig hann spilaði 16:30 cirka, þannig ég flýtt honum, þannig að ég viðurkenni hefði kannski að láta fólk vita að því, en þú getur farið á Vísi nú fljótlega bara og hlustað og þú mátt ekki missa Stuðlaðina á frábært. Það var mjög gott. Ég hlusta mjög mikið á hana Jan Vein. Nákvæmlega, sérðu Öddi, hvað þú fá mikið róttökja andlitið hérna? Það er rosalega gott fyrir okkur hinn að Stuðlaði sé búið. En takk fyrir að ringja og það verður gaman hjá á morgun. Ok, bye. Já, og fólk sækir að sjálfsögðu miðan að brenna upp í Skaftalíð, það er opið til 10 í kvöld. Kemur rosalega óvart að Gæja hringt inn og unni miða og kemur óvart að hann fílaði Stuðlaði Gilsons. Vá, ég er enda verið að viðurkenna það. Það er alveg ótrúlega tilvíðan að hitta akkurat að manni sem fílar þetta. Kemur á óvart. Hvað heitir þú, kæri hlustandi? Ég heiti Vilborg. Vilborg, hvað segirðu gott? Bara gott. Hvað ertu stödd í lífinu? Herru, ég er fyrir utan IKEA. Fyrir utan IKEA? Er verið að fara að varsla? Ég vann í IKEA 5 ár, það var eindillu tími. Ég er frá að kaupa IKEA pizza. IKEA pizza? Já. Eru það byrjað með pizzur? Já, hráefni. Já, sem þú gerir sjálf svo? Já. Ég þarf að fara að vinna í því, búið til minni eigin pizza. Ertu bara eina? Já, eins og en fjölskyldan heima. Fjölskyldan heima, og hvers dóttir er þú? Sævarsdóttir. Vilborg Sævarsdóttir, og þú vilt kíkja í Gamla bíó á morgun á skemmtikvöld. Það er rosalega góð. Hefurðu farið eitthvað inn á síðuna hjá þeim? Á sambandsmiðlun? Nei. Nei, ok. Hvetið til að tjekka því. Nei, reyndar, þú átt mann náttúrulega. Já, 5 ár. Sambandsmiðlun. Já, en ef þú fær leið á honum, þá myndir kíkja inn á síðuna. Það var skemmt þér annað kvöld í Gamla bíó. Já, takk. Fyrir sækja ég með hann, segir þú? Sækja ég bara upp í Skaftalíð, það er opið til 10 kvöld og svo er líka opið eitthvað fyrir part á morgun. Ok, flott, takk fyrir það. Ok, takk hjá það. Þá erum við búin að gefa hér miða á þetta. Ég hveti alltaf til þess að tjekka þessu. Það er hægt að verða sér út miða á miði.is og það verður mikið fjör þarna. Ertu inn á sambandsmiðlun? Já, ég var fyrir náttúrulega. Hvað, ertu ekki einhvern svona flip, ekki fara að búa til einhvern prófíli fyrir mig eða eitthvað? Það er svona ekta. Ég var ekki að gera, ég er að fara að gera það núna. Það er ekta þinn húmor. Auðun Blöndal, útvarpsmaður, sjónvarpsmaður. Slepptu því. Já, það ekki, nennir að spila Messages Club núna. Spila Messages Club? Já. Nei, það var ekki. Spilaðu aldrei. Nei, það er ástæði fyrir því. Byrju, hefurðu heyrt hérna See Me Now með Messages Club? Nei, ég held ekki. Ætlar ekki að setja á það? Að setja hvað? See Me Now á? Ég ætla að vera að djóka. Hvað ætlar að setja Creed á það? Nei, hvað er til lag með Messages Club sem heitir See Me Now? Já. Og svo ætla að finna það hérna. Það er ekki í kerfinu hjá okkur sem segir ýmislegt um þetta lag. Það er 4 ára gammalt lag á. Hérna, ok, það er á YouTube reyndar. Viðvitað. Jésús, Auðun. Þetta niðurlega þig henni útvarpinu. Þetta er á YouTube. Er þetta lagið? Já. Þetta er það. Er þetta See Me Now með Messages Club? Já, og Haff og Haff. Og Haff og nú var þetta lagið sem var á þegar þið voru grýtt þarna á landsmóti hestamanna. Já, hann fór á girðinguna, klófaði á girðinguna og það var ekki vel sér. Hvaða lag voru að spila þegar þið voru grýtt? Haffi var að syngja þetta þegar hann fór á girðinguna og þetta var á móti. Hann átti bara að sleppa þessu fólki og bara fara ekki á girðinguna. Hósast á henni, það var vandamálið. Og segðu mér eitt hérna, nú veit ég er nokkur ár síðan þetta kom út. Þú stoltur af þessu lögum? Stoltur af þessu? Já, finnst þér þetta ennþá flott? Þetta er mjög gott lag. Finnst þér það? Finnst mér. Þetta er bara gott lag. Ætla að hlusta á það. Hlusta á það bara. Kemur kemur. Can you see me now? Þetta er ekkert smá öðru í sig. See me now. Akkur náðu þetta lag ekkert flugi hjá útvarpsstöðin landsins? Það náði flugið og spilum með hausinn undir raskatum það 4 mál. Það er bara þannig. Sko ég þekki þið og ég hef ekki heyrt þetta. Þú er bara með allt niður þetta, hvað er að segja? Það er bara það sem að gera þetta. Er allt lagið svona? Það er ekki allt svona. Spila þetta bara og fáðu að smoke in a pancake. Þetta var lagið See Me Now með Messages Club. Akkur þetta glott. Akkur slöktur á því að hann klára eitt. Shit, hvað leðilur.
Okkur opnar ekki vefsina leiðilegur.is. Nei, hvað? Auðun Blöndal. Ok, þannig að þið finnst þetta flott, veit. Það er gott með. Frábært lag. Hvað er eitthvað mót hafa af það? Það er mikla mestara. Alls ekki. Ég get alveg viðurkennt að menn sem ég held upp á í tónlist eiga misgóðu lög, sko. Mér til dæmis Hey Hey Ho Ho var stórkostlegt lag hjá okkur. Takk. Það er bara ekkert öll lög flott með öllum böndum. Það er ekkert eitthvað leiðilegu.is, sko. Mér finnst ekkert öll lögin hjá Svessa góð. Okkur það drulliðu Sverri nú. Nei, ég bara segja, það bara gerist hjá tónlistamönnum að þeir gefa út disk og það bara slá ekkert öll lögin í gegn því miður. Og það er niðurlega Sverri samt að var að gefa út disk, sko. Ég var náttúrulega þitt lag hérna, sko, ég var bara að reyna að fá þig til að brosa. Men við Egill þökkum kjalla fyrir hlustunna í dag, þennan föstudaginn. Og hvað er þetta bara lengsta lag í heimi, eða? Það er eitthvað 6-7 mínútur, já. Hvernig er þetta að tegja svona horfið? Við þökkum kjalla fyrir hlustunna í dag og biðjumst afsökunar á ensku slettum Egil sem að döttur reglulega hér inn á degi íslenska tungu. Þetta var besti dagurinn til þess að lenda á... Já, þetta var okkur á 50 eða eitthvað. Já, því miður. En við verðum mættir hér á mánudaginn við Björn Bragi og þá erum meðal annars Geir Ólafsson í heimsókn hjá okkur. Þannig að ekki missa því. Ég með langar að fá Geir Ólafs. Já, Geir Ólafs, það er alltaf veisla. Þannig að tekja á því, hann er mættur hérna, hann Rikki G og tekur við hér eftir örskamma stund. Takk aðeinslega fyrir hlustunum í dag. Fáður físlétta næfurþunnan örheila. iPad, það er bara svona sem ég rúlla. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. Jóladagatal í Krónunni. Með hverri kippu af 2 lítra kók færðu súkkulaði jóladagatal. Verð aðeins 998 krónur. Nýtt kortatímabil Krónan. Fyrst og fremst ódýr. Víking jólabjórinn er komin í verslanir. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957.